Góðan daginn. Í þessu erindi þá verður skoðað hvernig hægt sé að nálgast frásagnir líf og reynslu fatlaðs fólks á söfnum. En slíkar sögur að þær eiga kannski skilið nærgætnar vangaveltur sem gætu stuðlað að samsköpun fjölmargra hópa og geta lagt sitt af mörkum til að skapa rými á söfnum fyrir svona brotakenndar, margþættar og kvikar sögur. Hér verður skoðað hvernig megi læra af hversdagssafninu á Ísafirði sem álítur brotakenndar sögur og tengslin sem þær mynda til sína helstu safngripa. Umfjöllunarefnið að það byggir á þeim rannsóknum sem hafa verið þegar gerðar innan safnafræðiþráðs DBD-verkefnisins, viðtöl við safnstýrur og safnstýru hversdagssafnsins og kenningarlega nálganir Tim Ingold línur aðallega. En hvers vegna eiga slíkar sögur skilið nærgætnar vangaveltur og annars konar frásagnarmáta? Upphaflega að þá var markmið mitt í DBD-verkefninu að skoða efnismenningu og skráningar Þjóðminjasafns Íslands og stunda þar eins konar námagröft til að komast á snoðir frásagnir sem leyndust í aðföngum safnsins frá stofnun þess til ársins 1936. En það markar tímamót þegar fyrstu sérlög málefni fatlaðs fólks tóku gildi. Leitin að hún átti sér stað í gegnum skráningakerfið SARP, þar sem ekki hægt að fara í geymslur Þjóðminjasafnsins og gramsa þar í hillunum. En SARPur forrit og gagnasafn og þar eru ríflega 1 milljón færslna sem eru aðgengilegar á ytri vef kerfisins. Eins og ég hef fjallað áður í tengslu við þetta verkefni að þá kom fljótlega í ljós að lítið sem ekkert var að finna í SARPunum sem mætti tengja við líf og reynslu fatlaðra einstaklinga að minnsta kosti ekki beint. Og jafnvel ekki á innri vefnum sem hefur að geyma fleiri og nákvæmari upplýsingar en svo ytri sem aðgengilegur fyrir almenning. Þetta átti ekki bara við Þjóðminjasafnið og undirsöfn þess, heldur byggðasöfn víða landið. En hvernig mátti það vera? Sú spurning tók yfirhöndina og snerist rannsóknin að því að fjalla það hvernig kerfi sem stutt af stofnunum nær ekki yfir heilan samfélagshóp og gefur jafnvel til kynna fjarveru þeirra í frásögnum safna. Hvað varðar efni þessa fyrirlestrar? Þá snýst það aðalega tvennt. Í fyrsta lagi, söfn eru almannarými og mörg þeirra að þau kappkosta að endurspegla það samfélag sem þau spretta úr, enda það nefnt með skýrum hætti í safnalögum að söfn séu rekin til að þjóna íslensku samfélagi og að þau eigi að varðveita, rannsaka og miðla því sem til vitnis manninn, sögu hans og menningu, náttúru og umhverfi í nafni samfélagsins og til framgangs þess. Svo ég vitni beint í þessi lög. Undanfarna áratugi hefur borið mjög á því að vestræn söfn telji sér reiðubúin og viljug mjög til að gæta jafnræðis og vera margradda í frásögnum þótt vissulega þá skorti nokkuð heildstæðar rannsóknir á því hvernig söfn endurspegla ekki aðeins almennar hugmyndir réttsýni og valdatengsl meðal hópa, heldur hvernig þau eiga einnig þátt í að móta þær. Í öðru lagi að þetta almenna samkomulag að vera til vitnis sögu og menningu fólks og að miðla henni byggir á því að söfn hafi aðgang að safngripum til að miðla frásögnum. Safngripir að þeir eru almennt taldir vera sjáanlegir og snertanlegir munir sem geyma frásagnir og raðað síðan saman til að skapa sögur.
Þetta viðhorf er hluti af svokallaðri textabyltingu eða linguistic turn, þar sem hlutir eru álitnir geyma eða bera merkingu, eða eins og Donald Preziosi hefur nefnt að vera til vitnis löngu horfna fortíð. Þetta viðhorf hefur mætt nokkurri gagnrýni og sem snýr að því hvernig textabyltingin hafi í raun smættað efnislega hluti í félagslega mótuð fyrirbæri. Sú gagnrýni er þó nokkuð nýleg en telja má að megin þorri safna lítur svo á að safngripir endurspegli félagsleg sambönd og eins og Susan Peirce hefur meðal annars bent á að úr þeim megi lesa samfélagslegar hefðir. En hvernig er hægt að auka jafnræði í frásögnum og miðlun þeirra þegar útbúnaður safna eða safnaapparatið stuðlar að jaðarsetningu? Aðeins að staldra hérna örstutt við og varpa kannski ljósi á tvennt í þessari spurningu. Hér er apparat notað í merkingu Karen Barad, þar að segja samsafn ferla, umhverfa, tækja, tækni og aðferða sem breytir fyrirbærum og er á sama tíma óaðskiljanlegt frá þeim. Og með jaðarsetningu þá er ekki einungis átt við hér hvernig fatlað fólk fær ekki að vera þáttakendur í miðju safnafrásagna og er ýtt út á jaðarinn, heldur leitast við að varpa ljósi á það hvernig slík jaðarsetning á sér stað. En frásagnir eru til staðar. Jafnvel fjarvera frásagna er í sjálfu sér frásögn eins og bent hefur verið á í þessu verkefni. Og þótt ákveðin apparat séu kannski ekki sniðin til að fanga tilteknar frásagnir, þá má gera ráð fyrir að þær séu enga síður hér. En að það hvíli á milli þeirra frásagna sem er lyft og að þær séu brotakenndar og kvikkar. Með svipuðum hætti og hversdagsleikinn, en eins og Ivan Gaskell hefur bent á, þá eru hversdagslegi gripir almennt ekki meðal safngripa, þar sem þeir samræmast og þykja ekki samræmast hugmyndum hið sérstæða, sjaldgæfa og einstæða sem er til þess fallið að upphefja ásýnd samfélaga og þjóða. Til að skoða duldar og brotakennda frásagnir þá skulum við snúa okkur að hversdagssafninu á Ísafirði. Hversdagssafnið er lítið safn í hjarta Ísafjarðar og er rekið af 2 konum, Vætu sem er sjónrænn mannfræðingur og Björgu sem er menningarfræðingur. Safnið það varðveitir raddir heimafólks, minningar og sagnabrot sem það setur fram með ólíkum og gagnvirkum hætti, en gestir safnsins að mati safnstýranna eru aðalega fólk sem hefur áhuga á lífi og menningu. Hversdagssafnið fjallar eins og nafnið gefur til kynna hversdagsleikan, en hér vísar samt hversdagsleikin ekki til einhvers staðals eðlilegt eða normal, heldur fremur til þess sem verður jaðarsett í meðferðum safnaapparatsins án þess að smætta það í hugmynd til dæmis Finkelstein félagslegan dauða og viðhalda þannig hugmyndin fötlun og skerðingar sem persónulega tragedíu. Safnið hefur gert sér far að fjalla hversdagsleika fjölbreyttra hópa á svæðinu, sem á Ísafirði og í kringum Ísafjörð, með því að fá bæjarbúana þar til að segja hversdagslega sögur sem er síðan miðlað á safninu eftir ýmsum leiðum, til dæmis með hljóðupptökum, rituðum frásögnum, ljósmyndum og gripum. Markmið safnsins er að varpa ljósi á jaðarhópa og duldar sögur, það sem kemur ekki fram í fundargerðum og er ekki á byggðasafninu að sögn Bjargar. Hver sýning er verkefni þar sem Björg og Væta nýta reynslu sína til að laða fram og koma auga á brotakenndar frásagnir, oft ómeðvitaðar sem leynast á milli meðvitaðra frásagna, en ég kem að því síðar.
Áherslan á hversdagsleikann dregur úr framandgervingu, segja safnstýrurnar, en þótt umhverfi fólks og viðfangsefni séu mismunandi, þá það reynsla þeirra að safngestirnir skapi sérstæð tengsl við frásagnirnar sem byggja á sameiginlegri reynslu af hversdagsleika. Öll, segja þær, upplifum við hversdagsleika. Að sögn Bjargar lítur safnið á hversdaginn eins og hulduefni. Hann svo ég vitni í Björgu, það sem gerist þegar við erum ekki í sparifötunum eða á milli mikilvægra augnablika í lífinu. Þær segja ennfremur að hversdagsleikinn sé hvarfkenndur. Hann heldur öllur uppi en fer svo leið og við höfum fundið hann. Þessi afstaða á samhljóm í verkinu Lines, A Brief History, en þar skoðar Tim Ingold hvernig fólk og hlutir tengjast með línum og hvernig það hreyfingin sem skapar línurnar. Sú hreyfing sé í raun lífið sem við lifum. Í hversdagsleikanum, segir Ingold, komum við okkur heldur ekki beint að efninu, heldur drögust við að ákveðnum efnum sem við umvefjum en missum síðan sjónar af leið og við erum komin of nálægt þeim. Á hversdagssafninu á Ísafirði eru sögur í hljóðupptökum og sögur skrifaðir í bækur auk gripa sem segja sögur. Og þannig miðlar safnið rannsóknum sínum og efni við. En það eru þó ekki þessir efnislegu safngripir sem eru mikilvægasti safnkostur safnsins. Að sögn Bjargar eru tengslin sem fólk myndar við efnið stærsti safnkosturinn. Þegar við hittum fólk, segir hún, viljum við ekki bara skoða það, við viljum tala við það og heyra hvaða sögu það hefur að segja. Samræðurnar sem safnið skapar eru að sögn safnstýranna eins og samtöl við eldhúsborðið. Tengingar eru því mikilvægastar á safninu. Þessar tengingar byggja ekki endilega á eigin reynslu, heldur að fólk upplifi að það sé að tala við annað fólk. Slík tengsl má skoða sem línur, ekki línur á milli tiltekinna hnita, heldur línur í sjálfu sér, farvegi sem tvinnast saman við aðra farvegi. After all, spyr Ingold, what is a thing or indeed a person, if not a tying together of the lines, the paths of growth and movement of all the many constituents gathered there? Frásagnir þá í þessu samhengi mynda tengsl á þann hátt að safngestir þræða sig í gegnum liðna atburði og taka upp þráðin leið og þau spinna sinn eigin. Því að ræða marga ótengda þræði sem tvinnast saman í einn. Safnkosturinn því að mati stjórnenda og hugmyndasviða hversdagssafnsins það sem á sér stað inn í hverjum og einum einstaklingi en á sama tíma sameiginleg upplifun. Það eru þau áhrif sem safnið myndar í heild, myndar einnig tengsl við gestinn, segir Björg. Sýningin, það ýmislegt sem gerist. Var mjög opin sýning og vildi safnið fá fram alls konar sögur. Að sögn Bjargar settust safnstýrurnar niður með fólki og fletti fjölskyldualbumum með þeim, en þessar stundir voru teknar upp. Á meðan fólk fletti fjölskyldualbumum komu fram ýmsar sögur, segir Björg. Þarna flutu með margar sögur af áföllum, missi, börnum á vergangi, innflytjendum og snjóflóðum í bland við margsagðar og viðurkenndar frásagnir fjölskyldna. Þessar frásagnir voru því í bland við aðrar léttari frásagnir eins og að börnum við leik. Myndaalbúmin voru að þeirra sögn mikilvægt tæki til að laða sögurnar fram og þá annars konar sögur en hefðbundnar stórsögur fjölskyldna.
Björg og Væta skimuðu og afrituðu allt sem kom fram í upptökunum og tóku þó eftir því að sumar sögurnar voru sagðar á milli ljósmynda. Fyrri parturinn var kannski sagður á einum stað og seinni hlutin á öðrum stað, sagði Björg. En þessi brot mynduðu heildstæða frásögn við úrvinnsluna. Í sumum tilfellum vissu viðmælendur ekki að þau hefðu sagt tiltekna sögu, heldur kom hún fram með brotakenndum hætti og leyndist á milli annarra frásagna. Að mati Bjargar og Vætu var þessi rannsóknaraðferð sem byggir á eiginlegum aðferðum, meðal annars á etnografíu og djúpviðtölum, afskaplega árangursrík í því samhengi að opinn vettvangur og næmi fyrir frásögnum sem leyndust undir og á milli annarra frásagna dró fram mikilvægar hversdagslegar sögur sem hefðu væntanlega ekki komið fram með öðrum hætti. Viðtölin eru meðhöndluð en ekki unnið úr þeim með öðrum hættin að koma auga á hversdagslega sögur og stundum sögur sem sleppa undan fyrirfram gefnum hugmyndum og ráðandi orðræðu og koma þeim í form sem höfðar til skynfæranna frekar en hins vitsmunalega. Miðlunarhluti frásagnanna er jafn mikilvægur og söfnunin og úrvinnslan að mati Bjargar og Vætu. Er að ræða hvarfakennt efni sem þarf að komast í miðlunarformið með eins ósnertum hætti og hægt svo safngestir geti upplifað sögurnar nær milliliðalaust. Ljóðrænan og fagurfræðin í framsetningunni er mikilvæg til að ná þessum kjarna, segja þær, en öll safnareynslan þarf að tala saman og vera skynfæra upplifun fyrir safngesti en ekki bara inntaka upplýsinga. Miðlun frásagna þarf að vera þannig að fólk hafi tíma til að tengja efninu. Talað mál þegar fólk segir sögur án þess að uppbygging frásagna sé fyrirfram gefin mjög ljóðrænt og fallegt í sjálfu sér, benda þær á. Því mikilvægt að textarnir sem safnið byggir á til að flytja sögurnar til safngestanna séu settir saman í knöppt form en á sama tíma að þeim sé ekki breytt. Ljóð og fagurfræðileg ritverk, segja þær, fela í sér aðferðir sem vekja hughrif en gera efni á sama tíma aðgengilegt fyrir flesta. Þau fanga tilfinninguna á annan hátt en upptalningar eða hefðbundnar framsetningar og þekkingu. Ljóðrænan og hið knapp form setja krók ofan í mann og toga upp úr manni eigin vitneskju, segir Björg. Hér hefur verið skoðað með stuttum hætti hvernig hægt sé að nálgast frásagnir líf og reynslu fatlaðs fólks en að ræða efni sem leyndust undir og á milli opinberra frásagna á safnum. Hér gagnlegt að skoða muninn á milli og á milli eins og Ingólfur hefur sett hann fram, þar sem milli gefur til kynna tengingar milli andstæðra póla en á milli gefur til kynna hreyfingar sem sameina og sundra og verða leið til án tiltekins áfangastaðar eða fyrirframgefinna markmiða. Sögurnar sem koma fram á sýningunni, það ýmislegt sem gerist á hversdagssafninu, slíkar sögur. Þær hvíla á milli án þess að hafa ljósan tilgang eða áfangastað og geta þannig orðið hluti af þeim þræði sem spinnur sig milli sögumanns, safnsins og safngestsins. Þær frásagnir sem tengjast lífi og reynslu fatlaðs fólks virðast hvíla á milli. Á milli ríkjandi orðræðu hvers tíma, viðhorfa hefðbundinna starfsema safna, alþjóðlegra flokkunarkerfa, tækja og tækjabúnaðar. Þær að sama skapi brotakenndar og kvikar, en þær hvíla á milli og eiga skilið að öðlast líf með annars konar aðferðum. Takk fyrir.